úr síðasta þætti Gráða svæðisins. Veistu, ég veit ekki hvað það heitir, hver þú þykist vera, en viltu gjöra svo vel að vera ekki að reyna að segja mér að það séu fleiri en 2 kyn? Veitu, ég held að þú ætlaðir ekki að sýna neinum búninginn. Það var bara borðið heima. Ætlar að vera að spilast okkur? Nei. Og svo fann ég annað sem að ég kúast yfir. Það kommentaði engin slæm, þannig að þetta hlýtur að hafa verið. Það hefur ekki verið það slæm. Það var engin sem kommentaði. Við höfum farið yfir þetta á Bjarni, ekki inn í stúdíónu. Ekki skeina þér á meðan við taka. Af hverju eru þeir að tala um mig? Ég er svona douchebag manneski. Já. Ok, það tekum við stóra Ættu. Hann sé kúskaptur í raskandi helvítinu þar. Ekki ég heldur. En það er aldrei að vita hvað strákunum í Gráa svæðinu dettur í hug að gera. Svo haldið ykkur fast í borðbrúna og vonið að þetta endi ekki með sjúkraflug í suður. Jú, það er kannski það sem þið eru að vona. Já! Þú ert brjálaður. Kúskaptur fyrir raskandi. Kúskaptur í raskandi helvítinu þar. Shit! Veistu hvað ása setningu? Nei. Stefán Karl. Hann sagði, þetta er hérna Sigurjón Dýralæginu. Já. Þetta er þegar hann kemur pása í tónlistina og hann er að öskra og komið nóg að þeim. Við brjálaðir. Þetta er nýtt. Veistu, það er svo gott að koma inn við þessa tónlist. Af því að ein stór ástæðan fyrir að mér langar að gera einmitt svona podcast eða útvarp er út af þeim sem að nota þetta í byrjun okkur meðanst af þetta. Það er okkur enginn sem veit hvað ég er að tala um. Nei. O.P. and Anthony. Útvarpsmenn til margra ára. Það er þetta búið að reka á báða núna. Fyrir alls konar djöfis vitleysu. Brjálaðir. Fyrst sko, þá voru þeir reknir fyrir, 98 voru þeir reknir úr Boston fyrir að segja að hann heitir Mayor Menino held ég. Hann sem sagt var á leiðinni með flugi eitthvað og var að keyra á þjóðveginum hann eitthvað staðar í Bandaríkjunum. Okay. Og þeir lugu upp á hann að hann hafi dáið í bílslysi. 1. apríl skilurðu. En það var allt brjálað og hringdi einhverja gamla konu og sagði að hann var í dáinn og það var bara hneyksli og Mayor Menino hann vill ekki sjá það áttur í Boston. Það er svona, þeir eru svona sjokkerandi náungar sem að gaman að fylgjast með. Svolítið dónalegir á köflum en sniður, á sniðugan hátt skilurðu. Dónalegt aldrei leiðilegt. Ef það er gert snyrtilega. Ef þau fara ekki yfir línuna. Ef þau halda sig á Gráa svæðinu. Nákvæmlega. Gaman að sjá það Sami. Sömuleiðis. En nú erum við bara 2. Við erum bara 2. Hægt og rólega fækkar í bakkinum. Þetta er alltaf niðurlið. Við verðum að halda áfram. Já. Þetta er passion. Passion. Sem ekki allir deila. Nei. Það er bara þannig. Og þeir sem að er ekki átt að segja á því, það er ekki, ég ætla ekki að segja sem þetta að segja. Það er engin Egill Það er engin Egill. Ef þið átt ekki á þessu. Nákvæmlega. En hann ætlar að einbeita sér á skólanum. Já, einbeita sér á skóla og kærustunni og vinnu. Já, hann vinnur á laugardögum, já. Er hann alla laugardaga? Greið, hann hefur engan tíma. Nei. En hann eins og var komið með góða uppástungu rétt á hann hætti. Hann er ekki hættur, hann ætlar að kíkja við. Já, hann bara hætti sem 3. mæk, sko. Já, hann kemur inn sem gestur og heldur skemmtun fyrir okkur. Gestur á glugga. En hann kom með góða uppástungu að taka cringe. Já, það var það sem hann skildi eftir. Það síðasta sem hann skildi eftir það. Hugmyndum að þetta er cringe, þemað í dag er cringe. Já, og sett fyrir þá sem að veit ekki hvað cringe er. Það er tilfinningin þegar þú ert að horfa á eitthvað vídeo og getur ekki horta á það lengur. Þið líður svo vandræðarlega yfir því. Er ekki að horfa með rétt? Jú, þetta er vond að maður er svona og það er oft svona hvað er þetta að gera maður? Þetta er svona er maður að vorkenna þeim þegar maður finnur cringe. Man líður illa að horfa á þetta. Líður manni illa fyrir sig eða fyrir hönd annars? Af því að það er kannski ástæðan fyrir að Egill, af því að hann setti upp þessa áskorun að við ættum að reyna að láta hann cringea
sem mjög erfitt sem eiginlega ekki hægt, en ég að spá í hvort að það lítur að vera eitthvað tengt. Hann er náttúrulega pínu sociopath sko, honum er skít saman hvernig öðrum líður og svo framvegis. Svona, upp á vissu marki. Náttúrulega ekki vinum sínum eða þannig. Nei. En þegar hann er að horfa eitthvað vídeo á YouTube honum er skít sama fólk. Þannig að hann verður meira pirraður eða reiður frekar en svona cringe. Já. Það var málið sko, það var mjög erfitt að láta hann cringea. En við tókum challengeið. Oh my god. En núna er hann ekki, en við allavega ég gerði rapplag. Ég þóli ekki að horfa á illa gerði rapplög. Horfa á hlusta. Númer að það er ekki takt við lagið. Að rýma og taktin bara passar ekki neitt. Erum við þá að tala sem er á YouTube og fólki er alvara? Já. Ok. Þetta er svipað eins og Maggi Mix og fleiri. Og þessi Sölvi sem er í Borgarnesi. Hann er held ég 10. bekk eða eitthvað. Ok. Erum við með hljóðdæmi frá honum? Ég skal bara gefa hljóðdæmi á hann. Ég vil endilega heyra sko. Og sko, já. Hann sé að þekktasta lagið hans, það er hann mörg YouTube sko. Ok. En já, Sölvi Boy Gamer heitir hann á YouTube. Sölvi Boy Gamer. Skjótu. Og hann er komið með 6.237 views að þetta. Wow, ok. Sjáum hvað ekki. Þegar ég var í 7. bekk og ég sá þig, þá vorum við góðir Veistu það smjattið? Síðan í 7. bekk, þá byrjuðum við saman, við og mér leið fucking vel. Ertu ekki að grínast? Ég segi það svolítið. Hvað er það? Ok, þú skoraðir á mig að gera það sama og þú. Já. Það er svona rap, svona stæl. Er þetta rap? Já, þetta er svona. Þetta er rap. Er þetta trap eða? Nei. Hvað er trap? Trap? Ég var að, já. Trap rap. Nei, ekki trap rap, þetta er oft remix af einhverju. Trap remix. Já, það er oftast sko, heavy bass. Það er taktur. Það er hérna sko. Ok. Þetta er trap, já. Þetta er trap. Ok. Þetta er hérna, þetta er öfugt í trap. Þetta er svakalega hægt. Þetta er mellow, þetta er ambience remix. Þegar ég var í 7. bekk og ég sá þig. Er honum alvara eða? Honum er svo fucking alvara. Við verðum að fá hann á þáttinn? Nei. Ok. En fyrst við erum komnir inn á það, við vorum að föndra eins. Já. Þú föndraðir og hérna fékkst þessa hugmynda því að við vorum að tala saman hérna saman kvöld og hérna Egill, já hann stakk upp á þessu og svo ákvað hann að draga sig tilbaka út af skóla. Já. En við heldum áfram, auðvitað, ótrauðir og ákvaðum að, veistu, þetta er, já það sem ég var að segja með þetta. Já. Hvað er hann, Sölvi? Sölvi Boy Gamer. Þú veist hvernig ég tók upp mitt eða ekki? Ég með þetta hérna á takka, ég íta á þetta, þú átt eftir að bæði crinsa, en þú átt líka eftir að ok, ég held ég sé búinn að vinna þetta sko. Ok. Ef þér finnst þetta cringe? Mér finnst þetta og Magga Mix og partylögin partykilli í gamla daga sko. Það er bara, ég gat ekki hlusta á það. Eigum við að henda? Þið megið ekki slökka á þessu þætti, þið verðið að hlusta. Þetta er gert til þess að vera Þetta er gert til þess að vera cringe. Já, okay. Algjörlega. Og hérna, ég er að spá sko fólk, já, ég er svo hræddur að fólk bara af því að það svo Hvað byrjar? Ok, ég er með 2 lög. Ok, þá byrjar þú. Ok, þá byrjar ég. Ég tek 1 þú. Ok, sko, ég er að spá af því að ég hérna segi ég er með 2 lög. Hvernig var þetta? Ég ætla að byrja á þessu rólega sem að líkist þessu. Ok, gott fólk, haldið ykkur í sætis og armanna og ekki slökkva. Ekki skjóta ykkur. Jó, nýtt dropp, lítil ástarsaga. Gjör svo vel. Sveittu ég sitt inn í skólastofu, en ég er ein. Hvernig man ég
eftir því að fara í fötin eftir að ég búinn í sturtu. Ég samt ekki spérhræddur eða óöruggur. Finndu mig bak við stúkurnar í íþróttasalnum, því að ég með gjöf. Finndu mig á bak við ystu stúkuna, finndu mig þegar að skóla lýkur. Hvernig eigum við að skemmta okkur? Segðu mér, segðu mér. Við getum kysst, kysst á varirnar. Við getum kysst. Við erum að kyssast. Þú og ég og þú. Ég og þú og ég. Grátbólgin augu gera þig ljóta, en þú elskar mig svo mikið. Láttu ekki eins og þú sért ein í þessu sambandi. Ég samdi þetta rapp bara fyrir þig og þetta rapp bara fyrir þig. Gráttu ekki meira, please. Ég hundleiður og að hlusta þetta væl. En þú mátt alveg fara og tala við vinkonur þínar, því að þetta verður ekki rætt við mig aftur. Nú nei, segðu bless við alla peningana sem að ég hef safnað fyrir okkur. Og segðu bless við honduna líka. Ég veit að þetta verður frægt. Ég veit að ég verð líka frægari en allt. Og þess vegna verð ég að segja bless við þig. Vegna þess að ég vil hafa allt opið. Framtíðin verður opin, svo að ég geti ráðið frekar hvað ég vil gera í framtíðinni. Ekki lengur þú, ekki lengur ég. Ekki lengur þú, ekki lengur ég. Þú verður að muna að þú vildi samband. Mér sama hvað þú gerir. Kaupa gos á Stjörnutorgi, frí áfelling allan daginn. Já, það það sem þú gerir við stráka líka. Blóðsuga þín. Blóðsuga, já. Hvað er þetta langt lag? Blóðsuga. Sko, blóðsuga. Ég náttúrulega hafði alltaf hluti snútina til að gera þetta. Já. Eða svona hluta. Þú veist, í pásum. Pásum milli vinnu og lol. En þú fattar að þú veist, það er svona saga á baku þetta, sko. Já, ég grinsaði smá í byrjun og svo byrjaði að hlæja því ég ímyndaði mér bara þig vera að syngja þetta í tónlistarmyndbandi. Ok. Heyrðu, ég nefnilega líka, ég gerði það. Sé fyrir mér honduna maður. En þetta er kannski eitthvað. Ég meina, þetta er heilt lag, þannig að... Já, mitt er bara, 1 mínúta og einhverja sekundur, Já, sko. ok. Þau eru oft, sko, þessi stuttu bara make a point, sko. Einhver að make a point. En ég sé fyrir mér hérna tónlistarmyndband við þetta og baki stúkuna og... Við kannski gera það. Já, það er komið myndband. Myndbandshugmynd. Heyrðu, og ég skellum mig mitt eða? Ég veit ekki, sko, já, ef við klárum að tala sundurliða þetta, af því að hann að Sölvi, hann byrjaði að syngja í skóla þessna hlógi, sko, af því að það... Á tímapunktið þá, ég samdi þetta rapp fyrir þig, þá var bara nákvæmlega svo Sölvi. Nema það að þú er miklu meira soothing rödd heldur en hann. Hann er með svona böggandi, svona svipaða rödd og ég. Hann þarf kannski að mixa... Hann þarf að mixa sig. Já, mixa sig aðeins betur. En ég trú ekki að hann hafi sami tónlistina undir hitt. Nei, bókamálan er ekki sami tónlistina. En svo þetta er til dæmis bara frýtt á YouTube, skilur. Sama ég nota. Já. Kontu með þitt. Ég... Ok. Það ekki? Já.
Þegar ég vakna fæ ég mér að borða. Fess út rútin, ég svo cool. Dref fram veipið og tek nokkra smóka. Fyllir bílna reik því ég þarf ekki að sjá út bílrúðuna. Nú sit ég upp í sófa með fidget spinnerinn. Tóbak létt bjór í hendinni, fucking hellaður. Ég spila Call of Duty og að drekka. Var efstur í mínu liði, svo ég dabba. Ég sko vegan en borða bacon, því það svo fucking gott. Og líka hamburgara og KFC. I'm fucking vegan, so shut up you hater. Ég kann sko ensku, so what? Lærði hann í 8. bekk, fucking yeah. Kann samt ekki allt, bara the cool stuff. So if you want a piece of me, get in line, fruitcake. Oh my god. Nákvæmlega. Ok, þú vinnur. Þetta er ekki búið. Sko, nei, svona, ég er að reyna að gera þetta, sko. En þetta með krítatöfluna og Ég fæ bara gæslu þegar ég heyrði það. tannlæknaborinn, hvað var þetta meira? Já, fiðlan? Og taktlausu takturinn. Þetta var trapp, maður. Dabbing. Þetta var lit, maður. Þetta var lit. Ói barasta. En þetta var fyndið samt. Já, þú spákst alveg öllið hann. Þetta er mjög, þetta er efnilegt. Þetta er bara það sem að krakkarnir hugsa nú til dags. Fucking svali með veip og fidget spinner og dabba og rúndunum og Call of Duty og drekka leppbjór og eitthvað. Eru það því? Mann skemmti partíkila í gamla daga. Nei, ég kynntist hann ekki neitt, sko. Það var það rappari, sko. Já. Og var svo reglulega heim með þess að spila póker á Facebook með léttbjór. Já, ok. Það er keppnis. Það var nákvæmlega eins og bjór, sko. Það er svolítið keppnis samt. Já, byrja ungur, sko. Léttbjór. En hún hann bara kom með konu á barn og eitthvað. Vá. Efnilegur. Hættur í rappinu? Nei, hann hlýtur að semja hann á milli. Já. Ég hef gaman að þessu. Mér finnst einhvern veginn, mér finnst skemmt. Ég sem rosalega mikið af tónlist og svona. Og þú veist, ég byrja að semja mikið af tónlist en kemur aldrei frá mér. Af því ég klára aldrei. Af því að mér finnst það er alltaf eitthvað touch sem að pirra mig, skilur. Og það er bara ég. Það er bara mitt, skilur. Já. Allavega að rappa einhvern veginn eða semja eitthvað svona skít. Alltaf við vorum með svona semja. Við þurfum að klára það. Nú erum við bara að fara. Já, við erum með Horderinn, sko. Horder. Og það er líka væri geðveikt cool að gera flott myndband við það, sko. Það er töff myndband, sko. Og það var líka Við líka rettum það þegar við vorum að gera lagið. Já, það var rauninni textin var saman í kringum hvernig myndbandi myndi líta út, svolítið. Er þetta framkvæma það samt? Það er ekki svo gaman, sko. Það er gaman. Ég held að það er ógeðslega gaman. Þyrftum eitthvað budget samt. Nei. Fyll eitthvað hús af eitthvað bara CGI að hérna. Við erum nýttjumarkað út í Eyju. Það er rétt. Gámastöð og Já, maður. Ég eitthvað fulla gáma af rusli. Já, lagið sem þetta Horder. Sorry. Og fyrir það sem að við ekki hvað Horder er, það er aðeins sem að hendir ekki neinu, safnar öllu. Já. Þetta er til á Íslandi. Þetta er einhver geðsíki, sko. Þetta er samt meira úti. Þetta er mikið í Bandaríkjunum. Já, það og þeir taka allt með trombi. Alla leið. Þangað til að þarf að rífa húsið. Já. Í mörgum tilfellum. Og þessu fólki er oft ekki við bjargandi, sko. Nei. Og það er það sem ég var ekki að grínast þegar ég segja að þetta er geðsíki. Þetta er alvöru, þetta er sko, ég held að þetta hafi meira þess að Geðkvilli. Þetta er, ég veit ekki, þetta er einhver söknuður. Fólk hefur lent í einhverju áfalli lífina. Oft á tíðum. Og oft tengt kannski bara að þú missir barn til dæmis. Og hvað er það að reyna að muna? Ég er að finna íslensk orðið to apart with things. Já, að skilja við. Sett með aðskilningar Já. frá hvar sem aðskilnaðar frá, já, einhver svo leiðis. Já, skilur ekki máli, ég er ekki læknir. En þetta er alvöru dæmi og hérna, lagið er raunni samið Hordera. Ég veit ekki af hverju fengum við þessa hugmynd samt. Að því sáttum inn í herbygginu þegar við snýfluttur og það var allt fyrir drasli. Alveg rétt. Þú sagðir að fyrir ekki ég er Horder. Og þá byrjaði þú alltaf bara að henda út texta. Ég held ég eita minn sem stæði í tölvunni eða á flakkarnum. Við skulum bíða með að revíla þetta. Við skulum klára þetta. Klárum þetta. Af því að þú samdir tónlistin undir þetta eða beatið. Og það var mjög flott, sko.
Ó, ekki stela þessu. Heyrðu, viljið þið heyra annan viðbjóð? Hvað með hinn viðbjóð? Sko, það meira ég að spá í, þú veist þessi rödd samt sem ég að nota af því að ég leyfði Hjördís að hlusta á það og hún gat ekki hlusta á það. Nei, Delia slökti á þessu þegar ég byrjaði að spila. Já, ok, ég veit ekki. En það var aðra talnaklubóðin, sko. Hún cringear það. Já, ok. Þetta er hérna viðkvæmt fyrir mörgum, sko. Já. En það er eitthvað úti sem á eftir að slökkva á þættinum. Þetta er kannski ekki sérlega gott umræðum. Hvað er lagið langt svo við getum skipað yfir lagið? Já, ég hef bara ég hef timecode á YouTube-vídeó. Skipið þaðan og þangað. Heyrðu, þetta er sem sagt eitthvað, já, ég var að spá í hvort þetta væri ekki bara, já, þú veist, ég skammaðist mér svo mikið fyrir þetta að ég ákvaða, þetta er auðvitað ég, skilur, en að, þetta er bara karakter minn, þetta er bara karakter, þetta er ekkert annað. Eitthvað sem getur komið aftur. Já, við skulum bara henda þessu stöku upp, búið til, bara eitthvað rapprás og auðvitað þeir sem eru að hlusta á hann og þátt vita hverjir þetta eru, eitthvað að prófa að dundra þessu út eins og þetta sé alvöru. Búið til rás og gera deila. myndband og eitthvað bara gera þetta full á hann. En hérna er hann, við þurfum að finna nafn á hann. Kannski nýmjólku Kristján geti vann hann einhvern tímann í Timbursölunni. Já, Kristján minn, ég kann vel við hann, maður. Ok, ég er búinn að púsla þessu saman. Ég veit hver þú ert. Ég ætla að koma og knúsa þig næst þegar ég kem og kaupi timbur hjá þér. Helviti gott. Hann er svo fyrsti sem að rósaði þættinum við mig og eini. En það eru breyttir tímar. Við skulum skella okkur í eitt ógeðslegt lag. Jó, shoutout á vini mína í League of Legends. Nei, Úps. Need for Speed. Já. Hér er smá freestyle. Verðið þið tilbúin, verðið þið tilbúin. Ég kaupi derúur til þess að vera cool. Ég kaupi bíla af því að mig langar að keyra. Ég á vindlabox út allt, hérna heima. Ó já, hérna heima. Hvernig á ég? Bara svona ungur að geta átt fyrir húsi. En ég á fullt af peningum sem gera ekkert fyrir mig nema kaupa dót. Já, alls konar bíla fyrir mig og hús, 30 hús. Get ekki rappa svo hratt því að ég þarf að hugsa allt sem að ég ætla að segja. Ó, þetta var flott. Takk fyrir. Læt eins og ekkert sé rappa með hatt. Berað ofan eins og Joe Rogan þegar hann að berjast við menn sem eru aumari. Alls konar slagsmál fyrir mig því ég brjálaður. Það fíla mig allir. Það elska mig allir. Það fíla mig allir og elska mig. Ég á 12 ferminga græjur. Flassa svo 50.000 krónum á viku. Þetta er peningur sem að ég fæ fyrir skatt. Nei, ég borga ekki skatt. Dabbing on them haters. Yes, it's lit, bro. Svag. Hvernig á ég? Bara svona ungur að svíkja undan skatti. Keyrum á stað í dýrum bíl, förum í húsasund og gerum dýr því að ef að ég rappa nú ekki lyf, trúir því enginn að ég sé legit. Eins og gif, svona memi, Snoop Dogg, Erpur Eyvindar, XXX, aðeins ekki betri en ég. Voff, voff, voff. Þetta er bransinn. Þið getið ekki lag með mig. Ég finn ég hef tilfinninguna að ég sé að reyna of mikið að vera lélugur. Já. Er það ekki? Þú veist að reyna of mikið að þetta er alveg að fara aftur á hinn megin. Þetta eru 2 mínusar að verða plús, sko. En talandi 2 mínusar að verða plús, þannig að þetta er gott. Nei. Þetta eru 2 mínusar að verða plús. Já, ég skil, ok, já. Þú reyna það mikið að verða góður aftur. Æi, maður. Þitt var Af því að sko, þú ert að leggja alltaf mikið þegar þú ert að hafa góð samgæði í röddina og hliðis. Ok, góð punktur.
Ég þarf að gera betur. Já, en talandi um þessi röp og eitthvað, ég fann hérna, ég ætlaði einhvern veginn að láta Daniel vinur minn, gera svona, geðslepa, töff rap. Ég ætlaði bara að hella hann út upp og láta hann rappa það. Ok. En hann fell, ég fæn aldrei til að gera það. Ok. Og textin I got my fidget spinner, I got my vape, I'm taking that girl on a Tinder date. I show her some vape tricks at my place. I take my time, heh, it's not a race. I mix her drink, much G, some tea, gin and tonic, and get myself a glass of whiskey. Rip my shirt off, put on a gun show, whip out my whistle for her to blow. Ég barasta. Yeah. Ég barasta. En Það var svona smá kjánur alltaf að lesa þetta. Skrifaði þú þetta? Já. Sko, það einhvern veginn auðveldara, finnst mér, að nei, það kannski ekki. Þetta hljóma kannski eins og ég sé algjör dús. Mér finnst erfitt að gera eitthvað lélegt, af því þú ert með fullkomna áratu. Já, það er fullkomna áratu, hann kemur í veg fyrir það. Það er erfitt að koma einhverju frá, sína öðrum eitthvað sem þú gert, sem því finnst ekki nógu flott. Já. Nema það sem viljandi gert, nema þú reynir að gera það illa, eins og þú reyndir að gera þetta illa en það gekk ekki nógu vel. Ok, þannig ég þarf ekkert að cringe yfir þessu? Nei, meðal ekki, þetta var bara flottur taktur. Ok. Þetta var of skemmtilegu texti. Það var of mikið samhengi til að vera of lélegur. Ok. En þitt var lélegt. Mitt var ógeðslega lélegt, það var ekkert í samhengi. Nei. Þú vinnur. Þú ert búinn að vinna þessa keppni. Það var illa, og líka ennskudótið. Ég sagði með eins miklum íslenskum hreim og ég gat. So what, haters? Við skulum koma aftur inn á cringeið. Hvílum þessa rap-umræðu í smá tíma. Og við skulum, ég ætla að sækja kaffi. Þá hendi ég bara auglýsingin í gang. Herru, ég ætla að því við erum með þetta rap-þema. Já. Þá ætla ég að henda í eitt sem að ég mixaði sömu nótt. Ég var búinn að vera brjálað. Gera svo vel. Getur ekki bara reynt að hafa gaman? Hvað þessi þáttur sem að vera að reyna að gera mikið meira en að bara bera vonir að alveg sem í frægir hér á landi þar sem fólk kann ekki að meta og ég kann ekki að rappa því ég gleym alltaf að landa. Þúðar eru skrýtnar. Professional Bjarni kom á guðspíti lóan. Þú cringe, Marti Gaur sem að kann ekki að sjá. En þú reynir hvað færðu fyrir það? Örfun í líf mitt. Yeah. Boom boom ja. Já. Boom boom ja. Boom boom ja. Nákvæmlega maður. Það er svo margir sem er kjánurhaldið að horfa á þetta. Já. Mér finnst það töff. Mér finnst þetta gott sko. Mér finnst það nostalgíu klassík. Já, nostalgía. Nostalgía. Þetta kannski að tala þessi nostalgíu. Ef þú farið nostalgíu, farið að cringe yfir nostalgíu. Já. Það er ekkert annað. Nostalgíu tónlistinundir. Sko ég það er ýmislegt sem ég dettur í hug með nostalgíu og svona. Já. Dæmi. Ég er búinn að vera að hugsa þetta eftir að við vorum að brainstorma aðeins þú veist, hvað nostalgía fyrir fólki er svo mismunandi, sko. Já, en ég er svo komið með, komið með 3 spurningar, sem hægt að svara. Já. Hvað matur minnið, hvað farið nostalgíu mat, tónlist og hljóð. Já. Ég veit með tónlistina. Það er lag, ég veit ekki, nostalgía. Þú veist, nostalgía, jú, þetta er svona pínur nostalgía og ég komdu sæll og blessaði með Stuðmönnum. Það er svo gott lag. Það er gott lag, en það lætur mig líða öðruvísi. Ég fæði svona fiðring í magan. Þú ert ungur aftur. Já, þetta minnir mig á, þú veist, hoppa í rúmunu hjá mömmu og pappa, þú veist, í gamla daga. Vorum að taka upp á segulbandstæki. Ég, Stefán og Arnar Steinarsson. Já. Vorum alltaf að taka upp, sko. En svo skrítið að þetta er svo góð tilfinning
og ég vil ekki hlusta á þetta lag í dag. Þú vilt spara þetta? Ég að spara þetta. Af hverju ég að spara það að hlusta á? Ef þið líður illa, þá getur alltaf poppað þess inn. Þá fyrir smá nostalgíu pillu. Já, en undir hvaða kringustæði núna, þú veist, ég að hugsa þetta og þetta er bara, þetta er svo þægilegt, sko. Flautið maður, ég fæ gæsa á það, sko. Núna. En alltaf þú fær svo sjaldan að böll. Já. Þetta tekið rosalega oft á böllum. Ég er svo hrættur að ef ég myndi heyra þetta spila á balli, ég myndi fara út. Ég myndi ekki, ég leyfi engum að spila þetta. Ég hleyp inn á dansgólf, leiðu heyra þetta. Er það? Já. Okay, að dansa við þetta lag er svo skemmtileg. Þá ertu ekki með sömu tilfinningu og ég fyrir þetta, sko. Nei. Af því að, veistu, þetta er... Vá, maður. Ok, mér líður vel núna. Þetta er sjúklega gott, veistu, sumar, ég man ekki, ég er... Fyrst þegar ég heyrði þetta, það var 7. júní, þegar stuðmennur alltaf komingað. Við minnir að hafa verið inni í íþróttahúsi. Veistu, það getur mér þess að bara verið þaðan sem þetta kemur, sko. Já, ég var að vinna þar, var í aðstofa við svona andlitsmálingu og fylgjast með tækjum eitthvað. Já. En sko... Þetta er þægilegt. Ég er þó ekki að tengja við það, af því að þetta fer miklu aftur fyrir mig. Þetta minnir mig á bylgjulestina þegar hún kom í Borgarnes á tímabili. Já, alveg rétt. Og blöðrur og stemning út um allt, skilurðu. Akkur hætti hún að koma hingað? Hún kom og stoppaði á Ólís og gaf kannski 2 pilsur eða eitthvað, skilurðu. Nei, það var svona bylgjulesta hátíð hérna. Já, alveg. Niðri í íþróttasvæði. Já, gamla Malasvæði, það sem að menntaskólinni núna. Já, var líka hérna gamla íþróttasvæði, niður á Körbálsvöllum þar. Það var líka einu svona. Já, ok, hann var ekki komin almennilega. Ég er að fara way back, sko. Ég er að fara mjög langt aftur. Þegar Borgarsport var meira að segja á sínu stað þarna á Borgarbrautinni. Já, ég man eftir því. Já, þú ert svo heppinn að muna eftir þessu. Mamma var þarna, sko. Það? Ég það getur verið, ég er að muna hver var það líka. Hún átti þetta, einhver kona, rosalega vinaleg kona. Ég man aldrei hvað hann heitir. Nei. En ég veit hvað konu þú tala um. Já. Maður fór alltaf þangað, veistu, körfuboltadót og þetta var svona þröngt og svona... Það var svona heimilislegt og þægilegt. Það að hugsa tilbaka, það er nostalgía fyrir mér. Og það er búið að rústa þessu öllu. Það er búið að rústa Borgarnesi. Það er allt orðið nýtt. Allt nýtt og bara, þú veist, þetta lag tekur mig tilbaka. Þegar Borgarsport var, þegar við vorum að sprauta hérna á hvern annan. Ég með að gera blöytur á hérna gamla ólísplaninu. Þar sem að dekkjavestæði var. Og ég fæ kannski meiri nostalgíu. Er það nostalgía þegar maður hugsa tilbaka og líður svona vel? Já. Það þarf ekkert að tryggera gamlar tilfinningar. Það þarf ekkert að tryggera það þannig. Þú ert að tryggera þessar tilfinningar með að heyra þetta lag. Já. Allt þetta er að taka þetta fram hjá þér. Já. Þannig að ég get sagt nostalgía fyrir mér er gamla Borgarnes. Já. Það er hérna sett hljóðið tilfinningin, þetta síðasta og þú átti bara matinn eftir. Ok, matur. Ég er að reyna með matur. Látum okkur nú sjá. Ert þú með hugmynd hvernig það virkar? Ert þú með mat sem að... Ég er með mat sem að er bara nostalgía fyrir mér. Ok, hvað er það? Það er eitthvað sem ég mun aldrei fá aftur. Það er gratinera fiskurinn á mömmu. Það var bara besti fiskur ever. Wow. Var hann hérna með svona, hvað heitir það, brokkoli og gratinera fiskur? Það var bara ostur og Ísa? Ísa, já. Og svo var eitthvað sérstaklega ostasósa sem hún gerði sem var undirliggjandi. Sem var svo ógeðslega gott og laukur og geggjað. Já. Aftur ég hafa mér gratineraðan fisk, gera það reglulega, það fæði svona smá svona. Ég var að muna, þú varst að minna mig á. Blessa sér minningar þeirra. Já. Amma, hún var það. Allt tengt þessu gamla húsi hérna. En með mat, hún bjóti tertur. Rosalega mikið, það var alltaf kökur og alls konar svona. Gott. Hún gerði tertur sem að ég hef aldrei séð síðan, nema, þú veist, Eva systir hefur bakað hana, skilur stundu komið að það er mjög langt síðan. Og þessi uppskrift er til, ég hef einu sinni reynt að búa hana til, en það er aldrei það sama. Þetta er terta sem að fristir, eða geymir í fristi. Hún var alltaf með þetta í fristi, ég var alltaf að stelast í það, skilur þó að ég hefði bara þurft að spurja, skilur vildi ekki tröfla hana niðri, hún var með verslunum hana Kristi, sko. Terta, þetta er brúnn botn, rabarbarasult á milli og eitthvað vanilukrem ofan á.
þetta er mjög sérstakt einhvern veginn. Já. Svona, hann er brún, súkkulaði botn einhver. Já, rabarbarasulta á milli. Bara rabarbarasulta á milli, ekki neitt krem. Og vanilju kremana. Og eitthvað smjörkrem sem að ég hef ekki smakkað síðan að þetta var. Og hún setti plast yfir þetta og í fristi og best að borða þetta bara frosið. Já. Geggjað. Þá erum við búin að tala um þetta. Nostalgíuna. Veistu, Memory lane. þetta er svo gott sko. Það er svo gott að líða vel, krakka mínir. Já. Talandi um krakka á krakkarúf.is. Já. Ég veit við tölum ekki um pólitík í þessum þætti. Krakkapólitík er á gráðsvæði. Þannig að við getum farið í hana. Sko, alþingiskosningar, krakkakosningar heitir þetta. Og hérna flokkarnir eru sem sagt í krakkasjónvarpinu sem á að heita krakkasjónvarp, bara fyrir börn, að kynna flokkana sína. Ok, það er kannski réttur allra að vita eitthvað um pólitík og hvað er að fara að gerast í þessu landi, en af hverju að heila þó börn með þessu? Finnst það ekki svolítið gróft? The government. Heldur það? Já, pottjett. Heldur að stjórnmálin hérna Byrja að heila þó nú snemma. Heldur að það sé Já, svo þetta lendi ekki þessu eins og allar stjórnir að falla á eitthvað leis. Bara heila þó nú snögt. Já, en af hverju er þetta leyfilegt? Evrópusambandið. Af hverju er þetta leyfilegt? Ég veit það ekki. Af hverju eiga krakkar að kjósa þenn flokk? Heitir þessi dagskráliður hérna á krakkarúf og það er hérna í Viðreisn að útskýra mál sitt. Einhvern veginn, hérna, ef það kemur hljóða á þetta. Sko, það er mjög mikilvægt að vinna saman. Bæði heima og í skólanum og lönd og þjóðir líka að vinna saman. Ísland er samt ekki með í Evrópusambandinu. Evrópusambandið var stofnað til þess að koma á friði í Evrópu. Hvað heitir þessi hérna talgall? Og vinna talgall? saman að því að bæta lífið, auðvelda fólki að flytja á milli landa og kynnast betur hvert öðru. Viðreisn vill að þjóðin fá að kjósa hvort við göngum í Evrópusambandið. Númer 2, við nefna jafnréttismál. Rannsóknir sína nefnilega að konur minna borgari þegar að þau vinna sömu vinnu. Þetta er mjög ósanngjarnt. Viðreisn breytti lögum í vor og nú þurfa öll stærri fyrirtæki að sanna að karlar og konur fá jafn mikið borgað fyrir sömu vinnu. Ekki illa meint, skilur, ég er bara að spá í... Hann er eitthvað mæltur. Minna borgað fyrir svona kvennastörf, eins og að vera kennari eða hjúkrunarfræðingur. Þessu óréttlæti verður hann er smámæltur. Og þessu vill Viðreisn breyta. Nei, hann er ekki smámæltur. Er ekki ennin með vesinn eða? Þotnið. Þotn og enn. Svo. Viðreisn vill tryggja réttindi barna og ég vil nefna tvennt í þessu samhengi. Í fyrsta lagi eru það útlend börn. Okkur í Viðreisn finnst nefnilega mjög mikilvægt. Hann er kannski smámæltur. Ég held að sé smámæltur. Ég veit það ekki. Mér finnst það bara svolítið gróft, skilur, krakkarúf og hérna. Það er auðvitað... Já, þú skilji ekkert hvað hann að segja? Nei, jú, þau skilja, veistu. Já, hann er að brjóta það niður fyrir krakka. Já. Að fara í þetta öll dýrniskóðum eiga að vera vinir og við fyrir Evrópusambandið. Já, tala við þetta og fara á þetta level. Og það er alltaf lægi, minna, pólitíkus að geti talað við börn, skilur. Já. En þetta er samt ekki að því að þau eru að keppa, skilur. Þetta er samkeppni. Já, þetta er bara auglýsing fyrir þau. Þetta er bara... Já, en krakkarnir vilja horfa á þetta heima á sér. Já. Og þá heyra foreldrarnir. Heldur þetta sé þannig eitthvað? Þetta er bara svolítið, það er að fara alla leiðir. En finnst foreldrið mitt ekki svolítið gróft samt, þú veist að... Jú, en þá horfa á þetta. Já, þú með... All publicity is good publicity. Hlust. Við viljum að öll börn hafi það gott á Íslandi, sama hvaðan þau koma, hverjir foreldrar þeirra eru eða hvað þau eiga mikinn pening. Píratar vilja stytta tímann sem fólk er í vinnunni og þá geta foreldrar verið meira með krakkanum sinum að gera skemmtilega hluti. Sko. Já, þau vilja stytta vinnutímana en við fáum samt ekkert meira pening. Nei, það virkar... Sko, ok, við ætlum ekki að tala um pólitík. Ég er bara að segja, mér finnst það gróft, mér finnst það svolítið... Þetta er cringe. Þetta er cringe, sko. Þetta með hljóðafækt á það. Þetta hljóðafækt á það. Hvað getur við gett? Já. Nei, þetta er bara... Ég veit það ekki. Sko, heyrðu, hérna, fyrir mig eitthvað skemmtilega, af því að við erum í það tveir. Herru, ég ætla að koma með spurningu hérna fyrir þig. Já, leggja fyrir spurningu. Ég er svo gaman að... Ég ætla að hérna unprofessional. Bjarni, ég er með spurningu. Nei, ég er gaman að spurningum. Ok, hvað íþrótt er þið fyndnari, skemmtlegri ef það er mandatory drinking? Þú yrðir að drekka áfengi í henni. Já, yrðir að drekka áfengi í henni? Já.
Ég að hugsa Mandatory amount Stangastökk Það er ekki hitt Klálega stangastökk Ég var ákveðið að fara að svipa, ég ætla að taka hérna hoppa yfir hestin hérna Hoppa yfir hest, já Hoppa yfir hest, já hérna bara ef allt er frjálsum er þið mandatory Ok, mandatory drinking í frjálsum íþróttum Og það er að dansa á slánni Já Það er dansa á gólfinu Já Dansa með borða, það er bara Það er bara eitthvað Sprettlaup Það geti verið áhugavert Já, það er mjög áhugavert Skylmingar, nei, ok Kúluvarp Frekar, það er mjög vond sko að vera Sleggjukast Það væri mjög vond að vera kannski búin að fá sér, þú veist Ok, það er mandatory 5 bjórar Spjótkast Oh my god Nei, mandatory drinking í NASCAR Þeir eru ábyggilega búin að fá sér eitthvað sko Heldur það? Já Mér finnst fólk reyna að örfa sér rosalega mikið Já Ekki, þú veist, og nú er ég ekki að tala um áfengi sko Nei, hinn efnin Já, þú veist, ég verður svolítið var við það Náttúrulega ég er á nóttinni mikið Batman einhvern veginn Batman Ég sé sko, fólk er svona tjúnað Jó Alveg rosalega tjúnað sumir Engin nöfn, skilur við Engin nöfn, en það er, já Það sést vel á sumum hvað þið taka Já, ég hef ekki við til þess að greina á milli, skilur við Nei, en þú sér að það er eitthvað Já, það er eitthvað Þú veist, ég sá þetta líka svolítið mikið í bænum þegar ég var að vinna þar sem öryggisvörður Þar samar alls konar djöfusins vitlausir, bara í almenningi, skilur við Ekkert vinnu tengt þannig en bara því að maður er svo mikið á ferðinni þá sér maður svo mikið þannig að mér finnst það leiðilegt að fólk sé að örfa sig með sko, allt í lagi að fá sér bjór, skilur en hvað heitir það? Kókain? Spít? Heroin? Etebler? Er heroin hérna í Íslandi? Það er alltaf í Íslandi Hvað voru þau eftir að sprauta sig með hérna? Það var í kompás? Nei, kompás Jú, bara Sítrónu síra eða eitthvað Jú. Hvað er það? Sítrussýran Sítrussýra? Úr hverju? Nei, nú erum við að kenna börnunum Sko krakkar Nei, ég meina þú getur drukkið og hósta Sátt og fundið að Ég meina, hver var að kenna með popcorn lungs í síðasta þetta? Popcorn lungs Ég var ekki að kenna Jú, þú sagði nákvæmlega þetta bara því En það er vond, það er ekki víma Það er bara sjúkdómur Ég var að kenna þeim að fá eitthvað sjúkdóm Já, hvað heldur að fólk segja þessu? Þú farið eitthvað út af þessu? Sko, ég held að þetta sé meira sko, ég var að lesa betur um þetta Popcornlöng, fólk sem er að fá þetta þú veist, þetta er eins og með, hérna, borðuð blótt hérna M&M, baðkar af þessu skilur, en það var sérst kona sem fekk þetta, núna ekkert fyrir svo lengur síðan ég held að það sé svona kækur oft hjá fólki að þú veist, það er svo góð lykt af poppi og besta, opna og svona ég er að fara að borða þetta en hún borðaði 4 poppóka á dag, skilur sem er svolítið mikið Samt, nú ertu við komið með nákvæmlega upplýsingar hvað krakkar þú er að gera Já, til að deyja hröðum og kvalafullum dauða Ekki gera þetta krakkar But you can vape popcorn Eigum að hérna fara með þetta á krakkarúf Já, ekki gera þetta krakkar Men ef við verðum með pólitík, skilur Hljótu að vera með svona forvörd Þetta er forvörd, þetta er ekki, ég er ekki Matvælis forvörd Matvæla forvörd Heyrðu, hérna ég er með svolítið skemmtilegt Já Þetta er eitthvað sem ekki allir vita hvað er okay. En flestir komur til með að hugsa svolítið svona, býttu nú við Mandela-effekt Já, Hefurðu heyrt um þetta áður? Ég hef heyrt þetta, þú útskýra fyrir Áðan Ég hef heyrt þetta áður Já. En ég hef ekkert verið að lesa mig til um þetta Nei Þetta er sem sagt fyrirbæri sem er nefnt eftir Nelson Mandela Nelson Mandela af því að það eru ótrúlega margir sem að halda að hann hafi dáið þú veist einhvern tímann 1980 Já, sem ég hef aldrei skilið Nei, ég held að þú er þetta að hérna, hafa rétt fyrir þér í þessum prófum Það er sumt, þetta er svolítið, þú veist tengt samt bandaríkinu, skilur við skulum sjá hversu fróðu voru bæði með hérna. Sendu það að prófa mig, tökum þetta bara saman tíma Ok Nei, er það sniðut? Já, þá fáum við sikkur úrlustuna Já, ok, heyrðu, hérna kemur
Hvar ertu? Hérna ertu Ó, kom ég hilsta Kaffi í krús, maður Kaffi krús Hérna Gjörðu þess svo vel Þannig kemur þetta Ok, þetta er að trufla fólk í heiminum og þetta er auðvitað eitthvað samsæristæmi fólk heldur að hérna tímalíðina séu að þeim sé að skeita saman og þetta sé allt þarna Sviss-dæminu, hvað heitir það aftur? Að ég þessi rafallinn hana nú vant að Geira hérna, hann veit hvað þetta heitir Frumyndarafallinn? Nei Þetta stóra shit hana sem þið gerðu opnuðu 2012 og allir held að heiminn myndi fara Alltaf endur gera upprunnan heimsins Já, hvað heitir það? Fyrstu frummyndina Nei Big Bang frummyndina og ég er með mækur frá mig þannig að allt sem ég segi er satt það er bara þannig Nei, ég veit ekki neitt En þetta er sem sagt það sem er í gangi núna í hérna, heiminum og fullt af fólki sem að bara skilur ekkert hvað er í gangi Nei. Að þetta er líka hluti af nostalgíu skilur þú elst upp við eitthvað segir maður ekki, elst upp þú eldist upp Hadron Collider Hadron Collider Hadron Já, og þetta er sem sagt leið og hann fór í gang þá fór fólk að taka eftir þessu einhvern veginn Já. og sem dæmi til dæmis sem dæmi hérna Mandela effekt það heyrðu, ertu komið með þetta opið? Ég er komið með þetta opið Ok, við skulum bara prófa að taka þetta að það er svo ógeðslega mikið margt sem að hefur svona slegið mig sko Ok, þá fyrsta Hvort er rétt? Looney Tunes eða Looney Tunes Looney Tunes eða Looney Tunes Ég man alltaf eftir þessu sem Tunes Ok Hvort er rétt? Þú búinn að klikka? Nei Klikkaðu Ég höfði fyrir mér Coca-Cola Hvert ertu komin? Það kemur strax Já, það kemur strax Ertu með Looney Tunes? Já, ok Veistu rétt það ránt? Ég skil, ok, við ætlum að gera þetta svona Ég fikk ránt Ég fikk rétt, það er Looney T-U-N-E-S Ekki Looney T-O-O-N-S Looney Tunes Svo, þú veist, maður spáir, þú veist Er ég eitthvað Ert þú eitthvað vitlaus? Er ég eitthvað vitlaus? Herru, næst er að Coca-Cola með punkt á milli Coca og Cola eða ekki punkt, þetta er svona bandstrykki eða þannig eða bara Coca-Cola venjulegt Þetta veit allir Nei Já, ok, ég er náttúrulega bróðið minn á Coca-Cola eldús Já, en það er það sem að gerist úr æskunni manstu eitthvað, en svo breytist það allt, þú getur ekki fundið, þú veist rétt í dag á því sem er gefið út, það breytist einhvað í tímalínunni þannig að þetta hefur alltaf verið til en fólk man eftir þessu hinsegin skilur við? Já, ok Það er punktur á milli Já, það er punktur á milli Which is correct JCPenney eða JCPenney Þetta er eitthvað sem að ég veit hvað er rétt, skilur við? Ég veit hvað er rétt í dag en ég man alltaf eftir þessu sem ég get það rétt Þetta er JCPenney en ég man aldrei eftir þessu ég meina þetta er náttúrulega amerísk merki Það segja þetta JCPenney JCPenney en þetta er líka það sko, hvað segir fólk og hvernig stendur það? Þetta er náttúrulega tengist allt saman sko Já en ég man aldrei eftir þessu sem Penney ég sé þetta oft, þú veist, skilur þetta er náttúrulega þetta er til inn á Íslandi Hvort er það Febreze eða Febreze? Febreze, þetta er hérna þetta er hreinsivara Já, ég veit hvað það er Já, ég er að segja fólkinu heima, sko Fólki heima, sko, Febreze Ég man alltaf eftir þessu með tveimur sem er rangt Ok, þetta er ég veit ekki með þetta maður Hvað? Ertu búinn með Febreze? Ég er búinn með Febreze Ég er með Febreze Já, goddammit Okkur hló ég fyrir gefðu Jesus Christ Næst er það Fruit Loops eða Fruit Loops Ég veit hvað er rétt hérna en ég, þú veist, man aldrei eftir þannig að ég hafði rámt fyrir mér ég veit ekki neitt Gerðu það ekki með Fruit Loops? Nei, ég man ekki eftir þessu svona Það er að skrifa F-R-O-O-T-L-O-P-S með svona Fruit Loops ringjum í miðinni Já
eða selur miklu betur. Manstu þetta Bernstein Beers? Var þetta talsett á íslensku á tímabili? Já. Á tímabili. Já. Þetta eitt sem að, þú veist, ég man alltaf eftir sem, þú veist, Bernstein. Ok, okkur sé ég enga muna á þessu. Það sem sagt Bernstein og Bernstein. Nei, þú veit ekki að horfa á junk food út af... Já, ég að horfa á... Já, ok. Wow. Já, ok, nú sé ég þetta. Já, Stein. Korrekt. Bernstein, ekki Stein. Þetta er mjög óþægilegt. Heyrðu, hoppum á síðustu af því að... Nei, KitKat, förum á KitKat. KitKat? Bandar ykkur millið eða ekki? Ég held ekki, ég man aldrei eftir með bandstriki. Það er rétt. Og síðast, skulum við hérna, þú mátt svara hérna þú vilt. Ég veit á hvernig þetta er. Af hverju er þetta? Ég skil ekki. Pikachu með svartan enda á skottinu. Svart skott á endanum. Það var sko, það eru sumir sem að halda þið fram að þetta sé sko, ef það er svart á skottinu, svartan enda, þá er það karlkyns. En það er ekki þannig. Það er mismunandi svart á eyrunum, það er mismunandi eftir hvort kynið er. Ok. En líka því að það er svart á eyrunum, þá heldur fólk að, var ekki svart á skottinu. Já, þetta ekki bara eitthvað geðviki? Jú, það er ekki svart á endan á skottinu Pikachu. Ég er hættur að trúa Mandela effekt. Nei, það er samt ógeðslega góðar hérna, það eru mjög margir sem eru búin að, þú veist, pæla svo mikið í þessu og kom ekki að góð rök á móti því að eða með að þetta sé rétt, sko. Já. Þannig að maður veit ekki hvernig maður trúa lengur. Herðu, það er bara að dimma, klukkan er bara 6 og veistu, þetta er stemningin. Núna er að koma, sko. Kósí stemningin, kveikjum á kertum hérna og eitthvað kósí. En já, taka fram með í gær, sett var 20. og þá var slettum mánuður ég fyrir út. Vá maður. Já, hvað er gamnið þér þegar ég fyrir út? Já, ég er einn hérna. Ég er bara eitthvað DJ hérna. Ætli ég verð ekki að koma inn með þessu? Nei, ætli ég fá ekki einhverja gesti hérna. Já, ég fæ einhverja gesti hérna. Já. Finnum út úr því, en við erum að breyta format núna. Já. Skilur við. Nú erum við það er bara ég og þú. Ég er prodúser, þú ert promoter. Já. Þú ert dúser, ég er móter. We are pro. En hérna, jú, það örugglega ykkur eftir að sakna Egils. En hérna, það er öðru sér stemningin það. Já, og þá þurfum mun verða styttri. Það er enginn að segja skítur eða spyrja hvað að taka upp lengi. Já. Hann hafði ekki þolinmæði fyrir þessu þætti. Nei. En það er kannski með menn sem að hérna hafa enga tíma í lífinu. Upptekinn, sjáðu. Upptekinn, já. Já. Við erum ekki að dissa þig, ég veit þú ert að hlusta. Love you. Við elskum þig. En hérna, svona er þetta bara, ég meina, þú veist, við stjórnum ekkert... Hommar. Heyrðu! Vá. Þetta var... Vel spilað. Þetta var svona á að gera þetta. Svona á að leika sig með hljóðbrotin. En hérna... er einn pæling sem ég var að spá í. Já. Er pilsa í pulsubrauði, er það samloka? Hvað er það ef það er ekki samloka? Hvað er það? Ég er að spyrja þig, er það samloka eða ekki? Ég var að spyrja sjálf á mig sko að þessu. Ég held þú hefði rétt fyrir. Er þetta ekki þetta er samloka? En sástu samt hvað ég gerði? Bíddu. Hvað er með þetta aftur? Leið mér að hugsa. Hlusta hvað sagði? Hlusta, já, ég er að hlusta. Er pilsa í pulsubrauði, er það samloka eða ekki? Það er ekki samloka. Af því þetta er pilsa. Heyrðu ekki hvað ég sagði? Nei. Bíddu, segð þetta eins. Nei. Pilsa í pulsubrauði er ekki Pilsa í pulsubrauði. Segð þetta aftur, já. Pilsa í pulsubrauði. Pilsa og pulsa. Pilsa í pulsubrauði. Oj bara. Vá, hvað slengi að fatta þetta. Ég er ekki svo klárast ég er ekki... Þú ert ekki beittast að skeiðin í skúfunni? Nei, ég er óhreinasti bollin í vaskinum, sko. Já. Ég veit að það er bara allt klátið, sko. Í haustum á mér stundum. En hérna... Vá. Náttúrulega alveg með, en... Segir fólk þetta ekki almennt? Jú,
það passar að segja pilsa en passar ekki að segja pilsubrauð. Það er bara pilsa í pilsubrauði. Ég ætla að fá pilsu í pilsubrauði. Nákvæmlega. Fólk segir það rosalega mikið. En það sem að ég held að spurningi væri sko, er það samloka eða ekki? Já, það var spurningin, en svo ákveði henda smá twist á þetta hjá þér. Þetta var svona, þetta var óþægilegt. Mjög óþægilegt. Ég er ekki mikið fyrir gátur og svona shit. Af því að ég var svo pirraður að því ég get ekki, ég gat leist eina gátu daginn, eða spurningu sem ég var spurður. Ég man hann ekki samt. Góð gáta. En það var líka svo krúsjál sko, af því að stelpa mín kom og spurði mig að þessu og það er oft svona, mér finnst ég alltaf... Þú vart að vera gáðaður? Nei, þú veist, svona, ekki gáðari eða klárari, heldur svona alltaf á tánum, skilur við. Þannig að hún kemur og spyr mig einhverju og ég gat actually svarað spurningunni rétt sem var mjög góð tilfinning og skilur mig. Maður vill ekki bregðast. Þú veist hvað ég veit. Já, en á því þið finnst hann leiðilegt að fá gátur, ætli henni að gáta á þig. Ói bara, ok. Býtu, við verðum að hafa gátu tónlist, einhverja. The Riddle. Prófum að skrifa hérna Riddle Music. Það er í alvöru til. Það er allt til á YouTube. Ok, hvað er Riddle Music? Sjáum hvað Riddle Music er. Ok. Ég ætla að hana ensku því að hún virkar ekki íslensku. Ok. What begins with a T, ends with a T, and has tea in it. Og eins og þéliði núna er... Býtu. Spurðu mig einu sinni. What begins with a T, ends with a T, and has tea in it. Er það ekki bara T? T? Nei. Þetta er ekki hlutur. Það var heimskulegt svar. Nei, ég hugsaði það líka fyrst, en svo kom ekki ljós. Ok, sko... Ég skal bara koma með það, ég skal hendi ég aðra auðvölda, ok. Svarið er teapot. Begins with tea, ends with tea, and has tea in it. Þetta er það sem að pirra mig. Þetta er svo auðvöld svar, samt datt mér þetta ekki í hug. Ég vissi að það var eitthvað með te, en auðvitað er það teapot. Dreftu mig. Hvað með aðra? Ég er í stuði fyrir eina viðbót. The more you take, the more you leave behind. What am I? Oh my god, veistu, ég þarf að veðja að svarið sé svo auðvelt. Þetta er svo auðvelt. Hvað með það? The more you take, the more you leave behind. What am I? The more you take, the more you leave behind. Guð minn góður, veistu, lífið. Nei, tekur ekki líf. Þú skilur ekki meira líf eftir þig ef þú tekur það. Þetta var lélegt svar. Klippum mig út. Nei. En svarið er footsteps. The more you take, the more you leave behind. BAM! Ég vil þetta góð. Veistu, svona gátur, það er pirra mig. Það er pirra mig mjög mikið. Ég er mjög gaman að gátum og líka sett Sudoku. Rosalega gaman að því. Ég vil aldrei gátur aftur. Jú, finnst ykkur að gátu fyrir næsta þátt. Við skulum hafa svona gátuhorn. Spurjum ykkur, hringjum ykkur út í bæ og talandi það, að hringja. Ég er búinn að plugga við getum prófað þetta ef við viljum. Hringi ykkur út í bæ. Við getum hringt í að sjá hvernig Jóa gengur í fitusoginu. Já, fitusoginu. Nei, hérna fitubrennslunni. Hringja örsnögt í hann. Eini gallin er á Skype. Þá kemur það sér leyninúmer á símanu sem ég er að hringi. Það er eini gallin, þannig að, þú veist, ef við erum að hringi eitthvað, þá er ekkert vist svari, skilur. Þannig að við getum tekið lögguna á þetta. Hvað er mingu? Já, góðan daginn. Þetta er lögreglan Selfossi. Er það ekki ólöglegt? Er það ekki bannað? Síma þetta? Nei. Betur við það, ef við segjum ekki lögreglan. Þorsteinn Guðmundsson og búin til eitthvað embætti. Við getum gert embætti. Búin til embætti, þá er það ekki ólöglegt. Þá er það ekki ólöglegt. Við erum ekki að líka eftir. Nei, við erum ekki að þykjast vera lögreglan. Nei. Það er bara þannig. En hei, við skulum henda okkur í einar örsnöggar auglýsingar. Yes. Samkvæmt veganbits.com eru 88% af heiminum
sem hafa aldrei verið vegan. 10% hafa eitt sinn verið vegan en eru hætt þessari vitleysu. Svo eru 2% sem eru ennþá að borða fæði frá dýrunum. Bjargaðu plöntu, borðaðu bacon. #PlantsHaveFeelings. Halló. Jói! Já. Sæll og blessaður, hvað segirðu þetta? Blessaður, Jói. Ertu sofandi? Já. Þá hittum við ógeðslega illa á. Já. Fyrirgefðu, við ætlum ekki að trufla þig sko. Við erum bara að prófa, vorum að tengja símana hérna í þættinum og ákveðum að heyra í Jóa okkar. Já. Herru, þá sko leifar að fara aftur að sofa. Já, bæ. Bæ. Úbúri. Þetta var smá skita. Sko, en símandi virka allavega. Símandi virka. Það er það sem við erum að prófa. Já. En hefur kannski að spyrja fyrst. Mér finnst alltaf svo vont að vekja fólk. Já. Sérstaklega þegar það vaknar ekki þegar þú talar við þarna. Já. Leið mig bara svo aftur. Já. En ég væri til í að fá Jóa aftur af því að ég sakna Pingu Ponsu samsæðisrótsins. Nei, hérna það ekki? Jú. Já, ég vil fá Jóa inn með eitthvað gott atriði. Það er nú bara þannig. Það er bara þannig. Úff, vá, þetta er vond maður. Af því að ég er alltaf svo stressaður þegar ég hringi, það skiptir ekki máli í hvernig ég hringi. Svo ef þú vekur þá Já, svo þegar ég veka þá núna skelfi ég, skilur. Sérðu það? Þetta er svo vond. Ég er með svo, ég veit ekki, þetta er einhver bliðrunarkennd. Nei, bliðrunar, er það? Þetta er einhver samviska hjá mér. Við höfum talað um þetta áður. Já. Og svo var ég að hugsa daginn, á ég að hætta að spila mig eins heimskan og ég er, eða á ég að reyna það, eða get ég það, af því að er ég bara svona, af því að alltaf að reyna að vera hress, skilur. Já, ég ætti alltaf að reyna að vera hress og jolly gaurinn og svona. Já, og ég er það. Já, þú ert alveg hress og jolly, en það er líka bara, þú ert alltaf að reyna að vera góð og alltaf mátt gera vondur neitt og eitthvað leiðis, sem er alveg næst gaur og leiðis, en það er ekki gott fyrir þig. Nei, mér líður vest. Þér líður vest. Nei, heyrðu. Þjóðverðin gangi. Já, hann fór hún. Sko, já, mér líður vest með hvernig ég haga mér. Já. Sem er auðvitað kannski ekki gott. Nei, ég veit það ekki. En þú veist, ég er búinn að ef ég er kvikindi í 21 dag, af því að það er talað eftir 21 dag, þá þarf ekki, þá er ávaninn sem sagt í rauninni að tekur 21 dag til þess að venjast einhverju eða afvenjast. Það er meðaltíminn. Já, þú veist, ég veit ekki hvað vísind er á bakvið það, en það sem sagt virkar. Þeir höfðu ekki lengri tíma. Hæ? Þeir höfðu ekki lengri tíma. Ertu vanur það? Já. Gáðist upp. Já, þú veist, óvanur eftir 21, en svo er spurning hversu sterkur ertu á 20. öðrum degi. Já. En það er alls konar djöfusins ávana sem að ég þarf að... Nei, sko, svo er spurningin, sko, ertu orðin vanur þessu? Þarftu að halda um að reyna eða ertu bara vanur þessu? Já. Og ég sé ekki fyrir mig vondan bjarna. Veistu, nei, þú veist að en hins vegar, þú veist komin að það er eitt að vera góður, annað að vera allt of góður. Ég var allt of góður einu sinni. Þú ert það ennþá. Ég var betri. Þú ert að hægt og rólega að fara yfir í góða bjarna. Sko, já, ég var super duper góði bjarni. Já. Og tímabilið þegar ég var, þú veist, þegar ég var nýkominn bílpróf, þá var, þú veist, ég var notaður í skull alltaf, af því ég drakk ekki, skilur, byrjaði ekki að drekka fyrir ég var 20 ára. Ég held ég að einu svona tekið 8 klukkutíma skull út af einhverju balli eða eitthvað, bara fram og tilbaka, út alla sveitir með fólk. Ég fekk aldrei borgað fyrir það. Þetta var bara eitthvað svona. Ég heldur alltaf til því að þegar ég er að Bjarni er að ringja mig, Dan er að ringja mig og ég er að koma að sækja það, ok. Fyrir að sækja það. Já. Þá bara fyllist bílinn og svo bara komast þeir ekki inn, sko. Misnotuð. Og mér, stundum þegar ég er pirraður, þá segir ég bara allum drullu ykkur út. Já. En það gerist ekki oft. Ég er svona, ok, sko. Tekur fleiri ferðir heldur. Já. Og svo líka hérna á síðasta reyðlaballi. Það byrjaði ég að skutla Dilju heim. Já. Svo fyrir ég að skutla ferðir. Ok. Og það bara, ég var einhverja 2 auka tíma að skutlast. Úff. Þetta er... Það enda með því ég skutla öll restina heim á ballinu. Fólk á til með að misnota aðstöðu sína. Já. Misnota aðra. Misnota aðra sem að kannski, já, eru svolítið
góður. Sem maður getur ekki sagt nei. Þú veist, ég er hættur að láta vaða yfir mig, skilur. Ég segi alveg, þú veist, en... Vissum þetta er samt ástæða fyrir, þú veist, að ég nú ætla ég að brjóta 4. vegginn. Þetta er ekki algengt núna, skilur, þetta var á tímabili, þá hætti ég bara að svara síma. Þess vegna er ég svona stressaði núna, skilur, að hringja af því að, þú veist, þetta er bara eitthvað geðveiki. Ég þarf að vera á konserta eða eitthvað. Sjætt. Róa aðeins. Nei. Tjóttomate. Heyrðu, LOL. LOL. Já, fyrir mér LOL. Fyrst að þessi jóðarhringing, hann er vanlega mjög hress, sko. Já. Ég ætla aðeins að, ég veit ekki. Þetta er kannski, þú veist. Hann er bara nývaknaður. Hann var sofandi. Hann svaraði leyninúmerið samt. Já. Þetta er dæmi góðan dreng. Maður sem að, þú veist, það er alltaf að treysta á Jóa. Í mjög mörgum tilfellum. Já. Eiginlega bara flestum. Yes. Hann er alltaf til staðar. Alveg eins og þú sami. Þú ert alltaf til staðar. Ég er bara nokkur til vinnunni eða svoandi. Ég er bara 5 ára og finna á þykja. Herra, fyrir að ég síðast að þetta út af þessu, hvað heitir þetta? Er þetta heimsmeistarinn Já, í LOL? LCS. LCS í LOL. Ég vil, þú veist, ég kom þér yfir í LOL og nú ertu bara komið strax upp í 8. level. Ég kom upp í 8. level og ég er að fíla þetta. Já, og sett eina sem gerir vitlaust, þú fórst þér á vitlaust region eða vitlaust server. Veistu, það er saga á bakvið allt, skilur við. Já. Þetta var langdrið af því að, þú veist, ég var bara geðspenntur, búinn að installa leiknum og eitthvað, bjóð til reikning og svo gat ég aldrei sæna mig inn á hann. Nei, en eins og ég reyndi svo að gera karakter, eða account fyrir okkur báða, eða reikning, en þeir enduðu báðir á Nordic America. Enduðu þeir sjálfkrafaða? Já, ég gat hvergi stilt yfir á. Nei, það er búið að vera eitthvað glitch í kerfinu, sko. En þú veist, svo þá bara vinnum við okkur upp og færum okkur yfir á annan server, við getum gert það einu sinni. Er það hægt eða? Já. Ok, þannig að við getum fært okkur aftur yfir. Þegar þú er komin nógu hot level, þá kemur það bara yfir á Nordic East og ég fer einu verið gamla. Af hverju er þetta svona? Af hverju getur ekki bara ráðið hvaða server út á? Ég veit ekki. Þetta var mun auðveldara í gamla daga. Já, gamla daga. Ég veit ekki neitt. Ég er bara ógeðslega gaman að við tókum 2 leiki Ég veit ekki neitt. En svo ég sé bara hérna. Já, við tókum 2 leiki í nótt. Já, í pásunum minni. Og ekki voru allir sáttum með það. Býtu? Nei, ég náttúrulega vakti Delíu. Af því ég var að hjálpa þér í gegnum Skype. Já. En ég var góður við henni móðgöðum að fóða kiftandinn inn á mig og hvað dekka hún er veik heima. Ég er hún veik? Var hún veik í gær líka eða nótt? Já, hún var slöpp í gær, sko. Var mjög slöpp og hóru vinna og var svo bara verri. Oh my god. Það er gallið með að vinna í heilbrigðiskerfinu. En LOL? Svo förum geta að klára með LOL. Ok, sko, ég er virkilega hrifinn og það var gaman að spila með þér því ég er búinn að vera að spila einn upp í 8. level, skilur. Já. Veit ekki neitt hvað ég á að gera. Ég bilda ok, fólk að núti sem veit ekkert hvað ég er að tala um. Þetta er bara að prófa þetta, því að ég er ekki svona gæi sem að spila svona leik, sko. Nei, hann var bara í byssuleikjum. Já, bara í byssuleikjum og það er gaman. Þetta er frýtt. Ég vissi ekki að það væri frýtt. Þetta er frýtt. Þetta er frýtt. Það þangað til þú fyrir að eyða peningum í, sko. Þú getur eytt peningum í að skreita championuna þína. Já. Og getur líka, þú getur verið fljótur að bara, ok, ég ætla að kaupa alla karakterina. Já. En félagi minn hann eða sko mörg 100.000 eða ekki milljón í þetta. Ekki milljón? Hann á öll skinnin í leiknum. Svona græðar? Á alla, já, svona græðar á svona götum. Og hann var líka að kaupa og gætt skemmt mystery gifts fyrir vinniðina. Var hann að spreða? Hann var að spreða eins og ég veit ekki hvað, sko. Við hvað vinnur hann? Ekki hugmynd. Nú, ok. Veistu? Á þessum þegar hann byrjaði, þá var hann bara í skóla í Borgarnesi. Veistu hvað ég gerði? Hvað gerði þér? Hérna, kona mín á spjaldtölu. Já. Og ég downloadaði League of Legends mobile appinu. Mobile leiknum. Og nú er hún bara, þegar hún hefur pásur, þá er hún bara í þessu. Þannig að... Veitu, hvernig virkar mobile leikurinn? Hann er alveg eins, einhvern veginn. Þetta er sama, þú veist, þetta er frá Riot og eitthvað, held ég. En þá ertu bara með svona eins og tölvuleikjaspil eða þannig. Já, ok. Lappar með karakterinu, þú veist, bara með svona joysticki á skjánum og svo ítur þú bara á, þú veist, ég var að prófa þetta í gær, þetta er alltaf lægin, ég myndi ekki nefna spila þetta svona, sko. Komin inn í þetta, svo bara smíðar Jóhendurinn tölvuturn eða eitthvað? Já, við eigum reynda tölvuturn, eða ekki turn, þetta er svona kassi, lítill kassi. Já, þetta er turn. Já, það er bara ekkert pláss fyrir hann, ég nenni ekki að, þú veist, jú, kannski, ég finn eitthvað pláss fyrir hann. Já, ég meina... Ég ætlaði bara að leyfa hann að spila á tölvunum minni, sko. Já, þú getur spilað saman. Já, það meina. Já, ég þarf þetta mús fyrir Delju, þá getur hún komið inn í þetta. Okay. Hún á account og allt, sko. Já.
þannig að, já, bara fjölskyldu spilakvöld. Bara spilakvöld. LAN-partí. Þetta er ógeðslega gaman. Þetta er rosalega gaman. Líka þetta að spila með full lið, allir vinirnir, þá getur þú stjórna mun meira hvað það gera. Ég get ekki ímyndið með hvernig það er, en ég vil prófa það. Líka, þá getur líka, ef þú ert með, sérstaklega með 10 vini, þá getur þið farið í flip. Farið í feluleik, farið í kapplöp. Já, ok, það er alls konar svona minigames. Það er alls konar fullt af minigames. Það er alltaf, fólk er svo frumlegt, sko. Mér myndi aldrei þetta svona í hug. En svo náttúrulega eru líka random game modes helgar. Hvað þýðir það? Eins og uppáhalds game mode mitt, það er hérna Örf, Ultra Rapid Fire. Ok. Þá er ekki cooldown. Eða það eru sko bara pinkulítið cooldown. Ok, núna, hvað er cooldown? Cooldown, það er að ef þú notar einhver spell hjá þér, þá getur ekki notað hann fyrir að cooldownið er búið. Já, ok, þannig að það er bara já, þannig að það er bara Ultra Rapid Fire. Já, cooldownið er hérna niðurtellerinn. Ok, það er svolítið sick. Það er svolítið flipað. Hack and slash, eitthvað, dæmi. Já, en hérna, fyrsti leikurinn í gær var mjög góður. Já. Mér gekk mjög vel í seinni leiknum. Já, en liðin okkar ekki. Liðið beilaði á okkur. Já, veistu, við vorum með, hvað? 100 og... Við vorum með 4/5 af öllum killunum í liðin okkar. Já. Sem að fyrir hlustundur er mjög gott. Að lokum, ég var að kaupa með Timo fyrir þá sem vita það og samættilega kenna mér að vera eitt sá mest pirrandi í þessum leik. Þarna get ég sko, þarna kem ég út, sjáðu, svona blæs ég. Já, náðu þeir upp í Challenger. Svo fæ ég alltaf, ég fæ samvinskupið að öllu. Byrjarðu brons og vinnuðu upp í Challenger. Já, með Timo. Já. Ok, en ég veit ekki Challenges. Já. Núna ætlum við að fara yfir í að skora okkur annan í vikulegum challenges. En svo þetta rappdæmi, af því að við erum að breyta hérna formatina, eins og ég sagði hann. Nú erum við bara 2 og hérna svona væri gaman að fá kannski eitthvað smá feedback frá okkur fólk. Það hefur ekki gengið sérlega vel á síðkastið. Ekki nefnum frá Kristjáni. En hérna getið ætlast til þess að það verði meira svona, hvað segir maður? Meira skipulag. Já. Af því að þetta er eins og að vera í hljómsveit með 5 manns. Ég get ekki ímyndað með hvernig það er að vera í Slipknot, skilur við. Hvað er 11 tónlistamenn? Hvað þá symfóníu? Hversu erfitt er að safna í hljómsveitaræfingu? Nei, því Egill hann hefur bara getað komið á laugardögum. Eða þess að hann kemur alltaf um helgar. Þannig að það hefur... Og er ekki með þessi Reaper-fortið sem við erum með, eða... Og nennir ekki að pródúsera neitt, þannig að... Já, alltaf í skóla. Nei, hann er í skóla. Já, hann er í skóla. Hann er þessu samt ekki. En við ætlum að taka challenge og næsta challenge er hvað ég var að gera? Tónlist tengt. Ok. Hvað er með einhverja típa tónlist? Metal? Ég get gert sjúklega góðan metal. Við kannski... Já, náttúrulega þú ert... Já, ég er með 7 strengja gítar og... Já, þú múnt rústa mér því, sko. Tjúna niður í drasl. Ok, metal. Já, ekki metal. Nei, við tökum eitthvað svona sem er alls ekki rap, eitthvað þvert á móti. Ok, við tökum samt metal setna, þannig að þú mátt alveg hérna byrja að vinna í því, skilur. Hendi niður einhverjum skemmtileg metal. Já. Hver hafa ekki allir gaman af rent eða her? Söngleik? Var það eitthvað söngleika? Söngleikur, game í söngleik. Ok. Þá vantar okkur... Scenario. Já. Hvað er söngleikurinn? Ok, tökum sama þema og með rappið. Og hann hérna Svali, nei, hvað heitir hann? Sölvi. Hvað með hérna Úlingar í Borgarnesi? Þannig að þú, karakterin sem er að syngja. Já, við að halda saman karakter. Nei, bara nýtt, bara. Ok. Ég var að reyna að gera þetta reynum að gera þetta vel. Þetta verðum að gera töff. Ok, þannig að Svo þú er séns í mig. Já, ef þetta er slæmt þá er það bara okkur að kenna. Já, það er bara okkur að kenna. Þannig að við skulum hérna, já, endilega, ok. Þannig að söngleikur Unglingar í Borgarnesi. Það má vera hvaða scenario sem er. Bara unglingar í Borgarnesi. Nú dags. Þannig að þú hefur næturlífið. Ég hef næturlífið. Þú veist allt sem gerist á nóttinni. Eitulif. Fidget spinner. Kaffa Ólís. Dabbin. En hérna, dabbin. Veistu, þú hefur samt hérna forskot á mig. Af því að ég veit ekki neitt um. Þú veist, ég var bara að giska í þessu hana lægi, sko. Hvað sagði ég? Vindlakassar út um allt. Sko. Það er ekki rétt, sko. Og þú veist með hérna Call of Duty. Ég hugsaði, þú veist, ok, Need for Speed er meira cool heldur en LOL. Eða þú veist þannig.
Nei. En það er það ekki, skilur. En ég held að LOL er meira inni núna heldur en Need for Speed. Er það ekki meira samt flokka sem svona nördadæmi eitthvað? Þú veist, ekki nörda, þú veist, það er það. Já, en nörda myndi ekki nefna að spila Need for Speed. Ef þú bara vissir, sko, veist, það hefur metalgaurar að spila LOL. Það eru allir að spila LOL. Það eru allir að spila LOL. Ég kem seint inn í þetta, sko. Já. Herru, og að því við erum að breyta format þá ætlum við líka að stytta hans þáttinn. Við erum samt aðeins komnir yfir hérna klukkutíma markið. Já, en ég meina, veist, við þurfum að vera með You love it, guys. Við þurfum að vera með klukku inni. Það er reynda klukku á tölvunni en ég glem alltaf að taka tíman, skilur. Já. Þannig að þetta er ofta slá yfir eitthvað. Fókus skeiðklukku. En það er ýmislegt sem að það er náttúrulega búið að vera aðeins meira prep núna af því að, þú veist, ef við komum aftur inn á elskulega vinn okkar Egil að hérna, að því hann ákvaði að koma ekki í þennan þátt þá þurftum við náttúrulega að stökkva til og reyna að fylla upp í, skiljum. En þetta er samt ekki, þetta er allt sem að gerist hérna er náttúrulegt og ég og Sammi bara, mér líður vel hérna Sammi með þér. Takk. Og þá er bara spurning hvort að fólki líður vel með að hlusta á það. Sömuleiðis. Hommar. Fuck you, Egil. En hérna, með breyttum tímum koma breytt atriði. Breyttar aðstæður. Við þurfum ekkert að, þú veist, hættum þessu plugg-kjaftaði. Það er ekki fyndið lengur. Nei, það er ekki náttúrulega sem sponsorar, þá hendum við pluggin. Já, við hendum pluggi. Ok, við erum hættir að tala Netto. Nei, við erum hættir að, þú veist, hver er að plugga í dag? Nema einhver sem fær borgað fyrir það. Rafvirkjar. Já, rafvirkjar. Klámstjörnur. Hvað með meira? Plumber. Plumbers. Plebbar. Þannig að úti okkar í dag er bara Við vonum að þið er æðislega helgi, æðislega viku. Elskum ykkur. Hlusta á okkur seinna næsta laugardag. Hashtag plöntur have feelings. Plants have feelings. Borðið bacon. Ekki bara plöntur. Plöntur eru lífverur líka. Já, þær hafa tilfinningar. Ég beði hils ykkur. Bye á. Segðu bye, Sammi. Bye. Bye.